Og velkomin aftur. Einn af nýjum liðum í föstudagsþáttunum í vetur sá að við förum svolítið út á land og ræðum við fréttarætara okkar svona hér og hvar. Fáum fréttir af því hvað að gerast í mannlífi og menningu og svo framvegis og við ætlum að skombera austur á firði. Við lendum á Djúpavogi og hittum þar fyrir Grétu Mjöll Samúelsdóttur. Komdu sæl og blessuð. Sæll og blessaðir. Takk fyrir að vera með okkur. Bara takk fyrir að hafa mig. Mikið var nú gaman að hafa þig raunverulegi setti en þú veist. Þetta hefur kannski gert COVID kent okkur að við getum svona tekið þátt allstaðar og verið allstaðar kannski. Nákvæmlega. COVID nefnilega felldi nokkur í landamæri. Við svolítið mitt í sameiningunni því við vorum að sameina sveitarfélögin 4 í Múlaþing og það voru nú kannski flestir ekkit vissum að það myndi ganga neitt vera auðvelt að funda og svoleiðis, svo kom COVID og það var nú aldeilis bara sannreynt í beinni. Og allt í einu var þetta bara ekkert mál. Já, það var bara að vera það og við kannski þakklátt fyrir það að vissuleyti að geta svona fundað núna í fjarlæga því að við erum alveg að blankt frá hvort öðru byggðakjarnarnir innan sveitarfélagsins þrátt fyrir að vera saminuð, sko. Já, en tæknin færir okkur saman. Já, hún gerir það. En tæknin ekki nóg, það ekki nóg að sitja bara heim í sófa. Hvað nú fólk að gera sér til gleði og gamans þarna fyrir austan þessa dagana? Hvað títt? Það nú alltaf nóg að vera á Austurlandi og Bras einmitt búið að vera kannski hvað mest svona í gangi menningarlega í barna eða menningarhátíð fyrir börn og ungmenni á Austurlandi en hún verður samt svona svolítið áfram inn í veturinn. Hún hefur verið svona bara á haustin en núna verður eitthvað að vera áfram inn í hausti sem frábært en það sem kannski hvað helst svona framundan hér eru dagar myrkurs og þeir eru þetta fyrirbæri sem verið að halda í 22. skiptið, sem 22. árið í röð hér á Austurlandi og alveg svona bara orðið svona, já, einn af okkur stærstu svona viðburðum og svona byggðahátíð bara á Austurlandi. Vá, það sem að, þú veist, gervallur landshlutinn leggst á eitt og fagnar svolítið kannski myrkrinu og svona eru þetta, já, gera sér glaðan dag svona í þessu svartasta skammdegi og lýsa það kannski upp með stundum skírskotun í ríkan drauga og vætta arf en líka með rómantík og ljósi og svo framvegis og þetta ótrúlega skemmtilegt fyrirbæri sem að svona, við erum farin að tengja svolítið bara saman við Hrekkjavöku af því að nú þetta mörg á Íslandi farin að halda hátíðlega upp á hana en dagamyrkurs eru bara mjög skyldir henni að mörgu leyti eða þar segja, þú veist, það þetta í grunninn keltneskur siður og þannig að við eigum alveg heilmikið í takt við Hrekkjavöku og ákvaðum svolítið svona að taka þetta allt svolítið undir sama hatt þannig að það verður fullt að vera á dögum myrkurs bara allstaðar á Austurlandi og eru bara allir hvattir til þess að kíkja til okkar en þetta fyrst og fremst eru íbúar að gera sér glaðan dag en mér skilst að Æslandi alltaf bjóð 15% afslátt á flugum austur og alles þannig að fólk allstaðar að getur þetta notið líka. Vonandi að allt landið taki bara við sér og drífi sig austur og njóti dögum myrkursins með ykkur. Svo sannarlega og það verður eins og ég segi, það heilmargt að vera. Við erum með, já, svona hitt og þetta. Það eru hryllingsbíó víða og ljósaganga á Borgarfirði og hryllingshús held ég á Seyðisfirði og það sviðaveisla á Djúpavogi og hryllingsbíó líka og ótrúlega margt að gerast og við erum með Óskarsvöku í Fljótsdalnum og ég veit að Vök tekur þátt í dögum myrkurs þannig að þetta í rauninni, flestir veitingastæðir eru með eitthvað tilboð eða jafnvel bara breyttan matseðil í takt við hátíðina og það eru já, bara partítónleikar það eru veislur og böll og
hvaðina og ég held að fólk fagniði líka svo mikið að geta hist og samanast þetta. Já, loksins gert eitthvað skemmtilegt saman í raunheimum. Já, svo sannarlega og við þetta þurftum einmitt að ala okkur í fyrra að Dögum myrkurs án þess að gera einmitt það sem þeir snúast hvað mest í grunninn að samanast. En það tókst ágætlega til og þá einmitt var kynnt til leiks kannski svona sterkt svona keppni í skreytum gluggann og þá fólk hvatt til þess að skreyta gluggana sína svipað og var gert með bangsana og svoleiðis þá skreytti fólk gluggana í takt Daga myrkurs og núna það bara keppni þannig að það að vinna til verðlauna fyrir já, ég ætla ekki að segja hræðilegasta gluggann, það getur örugglega verið hægt að skreyta hann á ýmsa máta en það já, fólk hvatt til þess og það ljósmyndasamkeppni og þannig að það í fyrra lærðum við svolítið á Daga myrkurs í netheimum eða þannig, en þó í náttúrunni líka, þannig að það var einmitt skógræktarfélögin komið voða sterk inn og fólk fór í göngutúra í myrkum skógi og annarkvort fann kannski töfratrí eða einhverjar furðuverur og þetta hefur svona kennt okkur ýmislegt. Já, þannig að það framundan bæði rómantík og hryllingur hjá ykkur. Ég hlakka til að heyra næst ég fæ að spjalla við Gretja Mjöll hver vann keppnina skelfilegasta gluggann. Já, kærar þakkir og góðar kveðjur þarna austur. Takk fyrir, sömuleiðis.